Komið sæl. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Og nú erum við komin í skref 5 sem er framganga. Vilji er verknaður. Og ef við erum ekki að valda einhverju viljandi eða óviljandi, að þá er hreinlega ekkert að gerast. Ef þú gerir ekkert, þá gerist ekkert. Og í framgöngunni er það svo skýrt að það að vona, ætla, langa, það er ekki nóg. Það verður að framkvæma til einhver verði, til einhver gerist og framkvæmdin er okkar eigin höndum. Í skrefi 5 framgöngunni þá erum við líka búin að öðlast annað viðhorf til okkar sjálfra. Við vöknum til vitundar það að við erum ekki hugsanir okkar þó það séu afleiðingar af því hvað við hugsum Við erum sál, við erum ljós. Við tókum fulla ábyrgð á okkar tilvist. Það er að segja, við erum fullorðin og heil, þarlegandi valfærir valdhafar í eigin tilvist og skiljum að það er enginn að valda okkar lífi nema við, viljandi eða óviljandi. Við skiljum líka að fyrirgefningin er forsendan fyrir því að við viljum okkur eins og við gerðum okkur og vitum að það gerði okkur enginn eins og við erum nema við. Sífelld hegðun, endurteknar venjur eða ferlar hafa framkallað þær afleiðingar sem við stöndum andspænis. Og þegar við tökum fulla ábyrgð á þessu, að þá höfum við valdið sem skiptir öllu máli ef við ætlum að valda ykkur öðru. Síðan er það tilgangurinn þar sem við skilgreindum ferðalagið, og ekki bara skilgreindum það, heldur tókum fulla ábyrgð á því. Það er að segja, við staðhæfðum hver tilgangurinn er, hvaða hlutverki við ætlum að gegna og skiljum líka að þarlegandi verður tilgangurinn forsenda eða undirstaða hamingjunar, ferðalagsins, lífsins, ljóssins og alls sem við erum að njóta. Og svo skrefum við 4, þar sem við heitbindum okkur. Við lofum okkur til fullsinn í eigin tilvist og áttum okkur á því að það fer enginn umfram heimild. Trúverðuleikinn sem við öðlumst með háttalagi, hegðun í eigin garð, með viðhorfsbreytingum í eigin garð, er það sem veitir okkur heimildina að því að við skiljum að við eigum það skilið. Ekki af því að það er hugtak eða hugdetta eða einhver sagði það, heldur að því að við höfum unnið til þess. Við höfum leyft okkur að ná árangri af því að framkoma okkar heilindi, hegðun hefur gefið okkur rými til þess að treysta okkur. Við erum að laða að okkur út frá því ljósi sem af okkur skín og við erum ekki að laða að okkur þar sem við viljum, við erum að laða að okkur hver við erum, á hvaða tíðni við geislum, hvaða ljósi við stöndum í. Og trúverðuleikinn er heimildin. Ef þú treystir þér ekki, þá treystir þér ekki og það lendir heimildin lítil. Framgangan er útvarpið. Hvernig við göngum, hvernig við tölum, hvernig við hugsum, hvernig við klæðum okkur, hvernig við nærum okkur og öll okkar birting er framganga, opinberun, útvarp. Þetta viðhorf sem við erum að útvarpa er viðhorfið til okkar og allur heimurinn heyrir og speglar tilbaka svörun við því hvernig við sjáum okkur sjálf. Og áður hef ég sagt við ykkur, það fer enginn umfram heimild. Nú skiptir máli að skilja að þetta viðhorf sem við höfum tileinkað okkur með breyttri hegðun gerir það að verkum að allur okkar tjáningamáti, öll okkar samskipti opinbera núna hvað okkur finnst okkur. Í framgöngunni erum við komin á þann stað að við förum að setja okkur markmið sem eru byggð á tilgangi, markmið sem eru byggð á trausti, vitandi það að okkur getur ekki mistekist af því að mistök er ekki til. En hins vegar að við förum ekki umfram heimild og ef það kemur tregða eða viðnám í framgöngunni að þá skiljum við líka að við þurfum að endurskoða viðhorfin okkar og hvað okkur finnst og hvernig við höfum verið að haga okkur. Hegðunin er það sem við getum breytt. Viðhorfið er það sem við getum breytt. Við breytum því ekki hver við erum. Við erum þessi sál, þessi birting, þetta hold, þessi vera. En hegðunin, það er það sem við breytum.
í framgöngunni að þá erum við bókstaflega að bæða opinbera heimildina og að opinbera heimildarleysi. Það er að segja, ef að það kemur upp viðnám, að þá er það gjöf. Ef við skoðum orðið viðnám, að þá þýðir orðið viðnám að vera við nám. Kúnstin er að vera ekki í viðnámi gagnvart viðnáminu, heldur að þegar það kemur tregða, þegar það kemur einhvers konar mótlæti, þegar það kemur áskorun, að skilja hvað það er að kenna okkur og hvaða breytingar við þurfum að gera á eigin viðhorfum til þess að öðlast heimild hjá okkur sjálfum til þess að stíga enn frekar fram. Þetta er merkilegt með þessa framkomu, með þessa framgöngu. Ef við förum að gæta því sjálf og fylgjast með okkur, hvernig göngum við Erum við bein í baki, erum við hnarreist, erum við í flæði, erum við í virkum kvið, erum við að skilja fótaburðinn, erum við að fylgjast með því hvernig við berum okkur yfir höfuð, fylgjast við mál okkar, gerum okkur grein fyrir því að bæði setninga, myndun og orðaval er að opinbera viðhorf okkar til okkar sjálfa. Gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki talað illa aðra en við getum notað nöfn annarra manna til að opinbera okkar eigin vanmátt. Skiljum við það að allt sem við gerum opinberar okkar viðhorf til okkar. Skiljum við að okkur líður eins og okkur líður af því að við erum að valda því sjálf. Framgangan er magnað fyrirbrigði og eins og ég er búinn að segja aftur og aftur, vilji er verknaður. Valdið, viljinn, felst í framkvæmdinni, í gjörðunum. Og eins og við vitum öll, þá gerist ekkert ef við gerum ekkert. Notum framgönguna til þess að skilja, ekki til að hafna okkur, grípa okkur, heldur til þess að skilja hver tregðan er eða viðnámið ef það birtist og hvað við þurfum að gera til þess að leyfa okkur meiri mýkt, meiri flæði og þá er leiðandi meira eins og við segjum á ensku grace sem ég man ekki hvað orðið er nefnt en að vera mjúkur og fallegur í bæði orðavali og framkvæmd og háttalagi. Vilji er svo sannarlega verknaður og eitt öflugasta máltæki sem ég kann og ég minni mig á sjálfur að vilji er ekki von eða væl eða löngun eða þrá eða ætlun. Að ef ég er ekki framkvæma í þágu það sem ég segist vilja, að þá er ég ekki tilbúinn til að valda því. Takk fyrir í dag.